Komið sæl og velkomin í skák umferðarinnar frá Íslandsmótinu skák sem hófst í dag 22. apríl 2021. Ég sjáum til hvort ég haldi út að fara með skák umferðarinnar eftir langar útsendingar. Það getur samt verið gaman, sjáum til. Svo náttúrulega áskorunarmóti líka. Ég náði nú ekki að gera vídeo með það í gær en við reynum að halda áfram. Allavega skákdagsins var klárlega skák Hannesar Hlífars Stefánssonar með hvítt. Þar sem hann líka hérna D4 í fyrsta leik. Á móti Hjörvari Steini Grétarsinni. 2 stigahæstu keppendur mótsins. Og já, þessara viðurinnar var beðið með eftirvæntingu. Hannes 13-faldur Íslandsmeistari. En Hjörvar hefur verið að taka yfir toppsætið allavega á stigum, en hann hefur ekki ennþá unnið Íslandsmeistaratitilinn. Og hérna fáum við riddara Finnur 3 sem hérna býður upp á drottningarindaskoðun, þetta er B6. Gunnar 3, biskup Ari 6. Setur inn á peðið og sem hvítur Valdar. D5 hjá Hjörvari. Sækir inn viðborðið. Biskup Gunnar 2. Riddari BD7. Það er ekki beitt hótan að drepa hér út af riddari 1-5. Þannig að svartur svona styrkir stöðuna fyrst, kemur mönnur mót hvítur drepa núna á D5, af því að hrókunni Valdar, hann að mögulega að hann geta drepa á C4. Þess vegna drepa hvítur núna á D5. Stuttrókun, biskup D6. Þetta var allt saman að segja stáður, þetta er C3. 20 eitthvað skákir sem hafa telð svona, biskup Bjarni 2. Hrókur 1-8. En leikur Hannesar hérna Ari 3 er nýjung. Hér hafa nokkra skákir telst með hrókur C1, hrókur E1. Sem eru leikinn sem Hannes leikur næst, en þetta er nýjung, Ari 3. Kemur hérna Sér 6 hjá Hjörvari. Hann hefði reynt að geta það sem kvöldur transpose, að skipta yfir í skák sem að teldist með annara leikiröð, hrókur C8. Það sem í þeirri skák þá leik svartur hrókur C8 fyrir skákinni. Sér 6. Styrkir miðborðið, hrókur 1-1. Komast í leikinn sem talaði hrókur E1 og hrókur C1. Aftur hefur getið skiptið yfir í skák með hrókur C8 sem þekkist. En já, nú erum við með nýja stöðu, hrókur C1 og biskupinn bakkar á B7. Það er svona traust staða hérna svörtum, hann Valdar hérna þetta peð hérna sem var kannski viðkvæmt. Og fer núna kannski að hugsa fljótlega að leika C5, kannski koma þessi riddara hér og leika C5. Hannes virðist alltaf að sporna með því og kannski hugmyndi með A3 og leika hérna B4. En Hjörvar, hann saxar strax í þessa peðakeið með A5. Það verður hérna að kaupa A5 og hrókudrifur. Óvenjuleg staðsetning hróksins. Og þetta riddari til B4, drifur Hjörvar með peði. Þó kemur alltaf í ljós að þessi hrókur á þessa möguleika. Og við sjáum það í skákinni, hann kemst hér og svo hér. Eftir riddari D2, setur á peðið. Hérna 4, Hjörvar Valdar með riddari 6. Riddari C4. Hann er að fara að vinna þessu kvöldu vinna biskupapari. Hrókurinn honni og biskupurinn honni hreyfur náttúrulega hrókin þar sem hann er verðmatari. Og það verður að kaupa hérna. Hann er hvítur að koma með biskupapari. Hins vegar er þessi biskup ekkert neitt rosalega sérstakur. Þar sem að þessi peð svona aðeins svona blokkar hann biskup. Og þessi hrókur á D5 kemur að fyrir hvítur sig að forna hérna til að opna fyrir biskupin. Samanskapið þá getur svartur hugsanlega reynda að byggja upp hérna, leika C5 og sækja á þetta peð. En hann á líka annað möguleika. Þetta er hann B3 leikur hann H5. Þetta er svona ætlar að mýkja aðeins kongstöðu hvíts. Og svona kennum við oft við Alpha Zero sem hefur svona gert þessar framárásir öllu vinsælli, en þetta er náttúrulega hefur verið þekkt til langa tíma í svona stöðum að mýkja kongstöðuna hérna aðeins með H5, H4. Þetta peð má ekki taka út af hrókur B5. Drottningin er af meira að segja. Verður að fara hér og kemur hrókur A8. Þannig að Hannes leik Ari4 til að valda hérna B4 reyti og hóta að drepa B6. Hins vegar eftir H4 þá drapa hann ekki B6. Hann leik biskup Ari3. Sjáum aðeins hvað gerist þegar hann drepa B6. Þá mjög hættulegt svartur fara að leika hérna E3. Hrókurinn er honni, ef við tökum hann, skiptir ekki máli. Við rífum kongstöðuna algjörlega upp á gáttina. Skákum aftur og hótum öll líklið. Það er mát, hótum hér
hrókur G, drottning 1-4 hótum þessum hérna riddara, þessi Ronny, það hreinur allt í hvítum, þetta er koltafa. Þannig að réttir að tók Hannes ekkert að peði, leikbessisk bara 3, hrókur drottning D7, peði aftur í bóði en aftur getur svartur leikið E3, þannig að hvítur ákveða að leika henni E3 og komið veg fyrir að svartur leikið E3. Hjörvar fór þarna í sókn, hann leikur hann hrókur H5, hann er orðið svolítið knappur á tíma hérna, hann ákveði samt að drepa þetta peð, svo hann hafa nú allavega eitthvað. En við sjáum að menn hvíts einhvern veginn riddari D5 núna hjá Hjörvari. Centralisera riddarann, kemur hann fyrir miðborðinu og einhvern veginn flæðir allt hérna, við sjáum hrókurinn að koma, drottningin getur komið, hrókurinn á hálínni, biskupinn, hann lúrir, Hannes er að lenda hérna í svakalegri pressu. Nú er hóturinn bara fyrir að opna hérna, opna búðina, þannig að hann vill ekki hleypa svartum inn á hálínni, leikur Gunnar 4. Það er mjög hættulegt að, til dæmis ég segjum bara að við leikum einhverjum engu leik hérna, til dæmis bara drepið og við erum farin að hóta kannski að leika hrókur hér, drepa og drottningin og það er bara mát. Mjög erfitt að vera þarna. Mjög sterkur riddari hjá hvítum, hjá svartum segi. Líklegast er þessi staða bara við það að vera, ég hef bara orðin töpuð. Peði Ronny, Valdar, F5, svartur að rífa þetta upp hérna, algjörlega rífa þetta upp. Þetta er algjörlega út úr myndinni. Við erum bara að fara að tvöfalda, hóttum að drepa H3, tvöfalda G-línuna svo séu. Það sem þetta er dagmarkið hérna, þessi bisikum á G2. Það lítur ekki verið út. Hannes reyndi hérna finnur 4. Þetta var drepa með framhjálpi og drepa á G4 og tvöfalda á G-línunni. Mikil vandræði með þetta G4-peð, kongur H4 á G-línunni. Nú kom skemmtilegur leikur C5, virkir þennan biskup sem er búinn að lúra eins og ég sagði, en hann lúrar ekki lengur, hann er orðið skrimsli. 1-4, dugir ekki til, nú kemur fórnin, opnar þetta upp á gátt. Ef við losnum við þennan biskup, þá voru þessi skrimsli. Losnum við hann, við sjáum að það er ekkert að drepa hér. Hannes leikti ekki, ef þetta er drepi, skáka kongin, ekkert hægt að gera, skák hér, vinnur drottninguna og líklega máti kjölfærið. Hannes reyndi hrókur B1, það var hrókur G5, sjáum að nú er hótturinn að koma hér skák og svo skák og mát. Hannes reyndi að stoppa það er bara seint, hrókur G3, drottning G4 var reynda mjög sterkur leikur hérna, með humdina að skáka hér eða hér, hérna 1-4. Það er reyndið það sem gerðist, þetta er hrókur B7 og leika samt drottning G4. Jafnvel enn sterkara núna, óstert, þetta er kjölfærið ef hrókurinn færi sig, hann færi sig, drottning E4 og þetta er algjörlega búið. Hér var fór inn með riddarann, riddar 1-3. Þeir voru rétt svona ná tímamörkunum hérna, hrókur B8, hrókur H7 og þetta er algjörlega búið. Hannes reyndi hrókur E8, hann gafst upp eftir drottning B skák. Hann gafst upp að því hann áfangar leik nema að bera fyrir og þá kemur drottning B7 skák, þessi skálina aftur verður hvítum að falli, getur ekkert gert nema að bera fyrir. Nema hvað að núna hefur svartur svona skemmtilega valkosti til þess að þetta með riddara svo er hann bara að fara að skáka aftur og þetta er algjörlega búið. Þannig að eftir drottning B skák þá lagði Hannes niður opnin og mikilvægur sigur hjá Hjörvari. Önnur umferð heldur áfram klukkan 3 föstudaginn 22. apríl. Eins og allar umferðir sem hefur klukkan 3 næstu 8 daga núna, 9 umferðir. Takk fyrir áhörðina, sjáum við síðar.